Við kristnir menn erum alltaf að tala trú. Í Hebreabréfinu í 11. kafla getum við lesið það að það ekki hægt að þóknast Guði án trúar, án þess að trúa á hann. En hvað þá átt við með þessu hugtaki? Hvað það að trúa? Alveg sama hvernig við skiljum hugtakið? Nei, það ekki það. Og við getum sagt að trú hafi 3 meginatriði. Í fyrsta lagi, eða fyrsta atriðið það að þekkja söguna. Það að segja þekking. Við þekkjum söguna Jesú Krist, það að sonur Guðs hafi tekið á sig hold og orðið maður, hann hafi gengið meðal okkar, hann hafi tekið á sig syndir okkar, hann hafi síðan dáið á krossinum okkar vegna og farið niður til heljar, hann hafi síðan risið aftur upp frá dauðum á 3. degi og þannig sigrast á dauðanum, hann hafi stigið upp til himins og hann sitji við hægri hönd Guðs föður almáttugs. Við getum síðan bætt við að hann muni þaðan koma til að dæma lifendur og dauða. Trú eða fyrsta atriði í trúnni það að þekkja þessa sögu. Í öðru lagi eða annað atriði það að telja söguna vera sanna. En þegar þar að komið samt sem áður ekki komið þar sem við köllum kristna trú. Við getum lesið það í Jakobsbréfi í 2. kafla að jafnvel illu andarnir þeir trúa að þessu leyti, þeir þekkja söguna og þeir telja hana vera sanna, en þeir skelfa samt því það gagnar þeim ekkert. Trú hefur nefnilega 3. atriði sem mjög mikilvægt og það það að treysta því að þetta sé fyrir mig. Biblían kennir okkur það að Jesú hafi ekki dáið og risið upp að ástæðulausu heldur hann hafi gert það fyrir okkur. Hann gerði það fyrir bæði mig og þig. Þetta var okkar vegna. Og trú traust þess að Jesús hafi gert þetta okkar vegna þess að við þurfum á því að halda. Án þess að Jesús hafi dáið og risið upp fyrir okkur, þá hefðum við ekki geta orðið hólpin. Svo getum við bætt við því og sagt að lokum að það mikilvægasta í öllu þessu, það einmitt 3. atrið, það traustið. Því við tölum til dæmis ung börn eða kannski þá sem eru farnir að missa minnið, þá getur fyrsta og annað atriðið verið erfitt, en traustið samt sem áður til staðar. Traustið til Krists að hann muni bjarga okkur. Það megin atriði trúarinnar.